Það þannig að það félag sem heitir Hótel Ísafjörður sem á þetta rótgróna hótel sem heitir Hótel Ísafjörður. Svo rekum við annað hótel sem nýopnað og það svona mestu í sumar, heitir Hótel Horn, það í gamla kaupfélagshúsinu. Svo erum við 2 gistihús, Mánagötu 1 og Mánagötu 5 undir gamla gistihúsinu. Og svo rekum við Hótel Eddu í raun og veru samstarfi undir sérleyfi frá Icelandair Hotels. Þannig að við erum með allt í allt 120 herbyggi, það er mest lætur. Og þetta er svona félag sem tengist nú Norðurlandina þann hátt að það var einu sinni staðsett á Ólafsfirði, félag sem heitir Fiskiðjan Ísbjörg, sem breyttist í fjárfestingafélag og það er eini hlutafinn í Hótel Ísafirði HF og er reyndar ennþá með lögheimili á Ólafsfirði. Daniel, þú náttúrulega þekkir vel til Ísafjarðar, væntanlega borun og badvötur eða hvað, en Vala, hvað dregur þig, hvað dróð þig upphaflega hingað til Ísafjarðar? Daniel. Nei, það eru 4 ár síðan við komum og komum upphaflega því að Daniel var ráðinn sem bæjarstjóri, kom hingað með 3 börn og bara strax á fyrsta degi þá leist okkur vel á staðinn og okkur leið vel hér. Þannig að bara þegar tíminn leið þá fórum við að hugsa hvað við getum gert til að tryggja það að við hefðum vinnu hér. Af því við finnst svo sem að bæjarstjórastótinn var ekki tryggður endalaust og þá kom upp þessi hugmynd með hótelið. Og þú varst ákveðin í að hætta sem bæjarstjóri, hvað sem gengi? Nei, ég var þannig sjálfsögðu ekki þegar þetta var svona. Ég var mjög ánægður í þessu starfi og það var skemmtilegt starf, en aftur á móti kannski er það með tækifæri þegar kemur að vinnu og fjárfestingum eins og ástina, maður ekki alltaf hvenær hún kemur og þarna bauðst okkur tækifæri að kaupa út þessi sómahjón sem höfðu átt og rekið þetta fyrirtæki áratuga skeið og það var bara tækifæri sem mér fannst það spennandi að ég vildi ekki sleppa og svo þegar maður var þá komið í þá fjárfestingu þá kannski fer það ekki saman að vera bæði bæjarstjóri og stóri atvinnurekandi í bænum. Þannig að þegar við vorum búin að ganga frá þessu kaupi þá í raun og veru bauðst ég til að stíga til hliðar sem bæjarstjóri en það var kannski ekki hentugur tími akkurat þá þannig að það hefur legið fyrir núna í svona 1,5 ár að ég myndi hætta sem bæjarstjóri eftir síðustu kosningar en ákvað þess í stað sögða um og verða pólitíkus og er núna í bæjarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn en þannig að það var svo sem ekkert plan að hætta sem bæjarstjóri en það var bara annað meira og spennandi tækifæri sem ég vildi taka þátt í. En hvernig er þá verkaskiptingin á milli ykkar í rekstrinum? Ert þú hótelstýra? Já, ég er titluð sem hótelstjóri og Daniel sem framkvæmdastjóri. Og Daniel er svo sem nýkominn inn því að hann var bæjarstjóri fram í maí. Ég sé svona þetta daglega allir sé á sínum stað þetta þrifin og allt gangi svona fyrir sig bara dagurinn. Og Daniel er meira í því að senda út reikninga og tryggja að það sé innkoma og fjárhagurinn sé í lagi. Ertu þá að flakka á milli staða? Já, ég er á hlaupum bara allan daginn á milli staða. Svona tékka bara á, eins og ég segi, að allt sé eins og það á að vera á stöðunum og fyrir á milli. Og gengur það vel? Já, mjög vel. Þetta er rosalega gaman, sko. Það er enginn dagur eins. Þegar maður vaknar á morgnana þá veit maður aldrei hvernig dagurinn verður og hvar maður endar á kvöldi. Það er mjög gaman. En hvernig er þetta þá búið að vera til dæmis í sumar? Það er mjög góður gangur sko. Við náttúrulega jukum framboðið mjög mikið fyrir þetta sumar og erum í raun og veru með 30 herbyggi meira heldur en síðasta sumar. Sem sagt þetta nýja hótel sem við vorum að opna. Og það virðist vera, það er algjör viðbót og svo er aukning á öllum hinnustofunum líka. Og til dæmis eins og bara núna næstu daga, það er alltaf high season eins og orðað sko. Það er svona meira og minna alltaf allt fullt í okkur. En auðvitað er þetta vertíð og veturnir eru erfiðir. En við erum svo sem líka með minna framboð á veturnar, rekum ekki Hótel Eddu þá og Hótel Horn lokar svona fram í október og opnar ekki aftur fyrir páskana. Þannig að þó við kannski finnum ekki alveg eins mikið fyrir svo maður sér í Reykjavík sko, Geðvíkin er þar. Þá er alveg klárt mál að til dæmis það að það er orðið mjög fínt hótel á Patreksfirði, Fosshótel sem opnaði líka síðasta sumar. Við finnum mjög mikið fyrir því að það er að búa til viðskipti fyrir okkur. Þess að fólk er annarkvort að koma þaðan eða
fara þangað. Það er orðið svona annar hringur sem er þá hringurinn vestur. Og hvernig lítið þið svona framtíðina? Það er framtíðarmöguleikar í ferðamennskunni? Já, klárlega. Og þessi svæði fyrir okkur, það er það. Já. Er þetta mest útlendingar? Já, yfir sumartíman. Það er svona skiptist gestirnir hjá okkur sko yfir sumartíman og þá er þetta útlendingar. Og svo þegar líður á haustið þá koma Íslendingar og þá er það mikið svona vinnumenn vinnumenn, þú veist, fólk sem er að koma í viðskipta erindum og dvelja hjá okkur. 95% útlendingar á sumrin og 95% Íslendingar á veturna. Og hvað heitir salurinn sem við erum í hér í dag? Þessi salur þetta er sem sagt veitingastæðurinn við Pollinn sem er í raun og bara veitingastæðurinn á Hótel Ísafirði. Hér hafa verið, þetta er svona eins og KEA á Akureyri þó þetta sé nú ekki kannski jafnlanga sögu. En hér voru haldnir bæjarstjórnarfundir og allar samkomur í gamla daga. En núna eru náttúrulega miklu fleiri salir hérna. En enga síður er þetta svona kannski hjartað í veitingarekstri á Ísafirði. Þegar fólk vill fara, eða karlmenn bjóða konun út að borða, þá fara þær yfirleitt hingað.